vandinn held ég sé sem ég tekið því sem ég var að segja áðan getur þessi flokkarna til þess að endurnýja sig og móta raunverulega stefnu í einhverju grundvallarmálum sem einhverju máli skipta. Þau geta ekki haft, það er engin flokkur með alvöru stefnu í landbúnaðarmálum, það er engin flokkur með alvöru stefnu í sjávarútvegsmálum. Það er engin flokkur með alvöru stefnu til dæmis varðandi námslán og kjör ungs fólks. Það er engin flokkur með alvöru stefnu í húsnæðismálum. Það er engin, ég get haldið áfram með það. Það er engin flokkur með alvöru stefnu í lífeyrissjóðsmálum, samt vitaður. Það er engin flokkur með stefnu það hvernig að minnka bankakerfið og hvað ég að gera við peningana sem hafa safnast þar upp. Það er engin banki með alvöru neytendastefnu. Það er engin flokkur með alvöru stefnu í einu eða neinu. Og þú ert með svona ástand og svo ertu bara með einhvern fólk sem er hann einhverju karriér þvælist þarna í einhverju stjórnmálum og hvað á það að gera þegar það líða á kosningum. Það finnur bara eitthvað sem var hringt inn í bylgjunni í morgun og tekur það upp og rýkur upp í pontu Alþingi eða skrifar eitthvað grein og sendir það eitthvað. Þetta er bara þvæla, sko. Stjórnmálin á Íslandi er eiginlega ekki samboðið þjóðinni. Við erum ekki breyta neinu. Öll alvöru umræða í samfélaginu á sér stað einhvers staðar langt í burtu frá stjórnmálaflokkunum.